Kom inn! Já, þú vildir tala við mig? Já, komdu inn fyrir Jóhannes minn. Já, takk. Fá þér sæti. Takk. Já, nú hefur þú verið hjá okkur hvað lengi? 3 mánuði á mánudaginn. Já, einmitt, Jóhannes. Já. Við höfum nú verið að fylgjast með þér hérna og störfum þínum hérna við fyrirtækið þessa 3 mánuði og ég verð nú að segja það að við erum ekki alls kostar ánægðir með þitt framlag. Ekki? Nei. Nei, ég átti nú svo sem ekki vona á því. Ekki? Nei. Jæja, allavega. Alveg frá því að þú byrjaðir hefur mættu of seint, ef þú hefur þá mætt nokkuð. Jú. Þú hefur tekið þér 2-falt fleiri veikindadaga en þú hefur átt rétt á. Jú. Þú hverfur úr vinnunni heilu og hálfu dagana og þegar þú ert við vinnu þá þvælistu fyrir öðrum starfsmönnum, tefur þá með kjafta gangi og svo verður þið sjálfu minni en ekkert úr verki. Já, ég veit. Og þar sem þú ert, það er rýrnun á hráefni og verkfærum og það litla sem frá þér kemur er svo illa unnið að það þarf að vinna allt upp á nýtt. Jú. Svo ertu líka alltaf blindfullur. Já. Þú ángar af áfengistækju þegar þú sest hérna. Og það eru rónar hangandi hér fyrir utan. Bíða eftir og þeir jafnvel koma inn í fyrirtækið að leita þér. Jú. Bara í gær. Það voru 2 karakterar komnir hérna inn á teppi til mín sem hann hefði frekar átt von á að sjá á hlemmi en í fyrirtæki eins og þessu og þeir spurðum Jóa og mér var að það á að hvaða Jóa? Jú, og þeir svöruðu Jóa Spritt. Jóa Spritt. Já, það passar sko. Og svo er einhver kvennpersóna með krakkastóð, 4-5 stykki sem er búin að vera hér í fríu fæði í mötuneytið í fyrirtækins frá því að þú byrjaðir. Jú. Eða öllu heldur lengur en það. Hún var mætt hérna með börnin daginn áður en þú byrjaðir og bar því við hún að vera í konaði. Jú. Sem væri kannski ekki svo ótrúlegt ef að hér væri ekki önnur sem segðu sömu sögu og væri líka hér í fríu fæði. Já. Sem væri kannski lægi ef þeim semdi. Það gerir þeim bara ekki. Þeir eru æpandi miður sæmilegum ókvæðisorðum á hvor aðra sem ég vil bara ekki hafa eftir. Nei, það er eiga enga megin skap saman einhvern veginn. Eiga ekki skap saman. Nei. Önnur stakk hína með stjörnuskrúðárn í handlegginn og þær hafa báðar höfðað mál á hendur fyrirtækjunu hjá vinnueftirlitinu fyrir að skilja eftir stórhættuleg atvinnutæki á Glámbi. Jú. Stórhættuleg atvinnutæki í stjörnuskrúðum. Við komum til með að tapa stór fé á þessu vegna slysatryggingar starfsmanna og gesta þeirra. Já, þetta var leiðindi atvik sko sem að... Leiðinlegra er þó að síðan þú byrjaðir hefur sumarbústað að kaupa sjóður starfsfólksins horfið. Jú. Og það er mál manna innan fyrirtækisins að þú hafi stólið honum. Já, ég gerði það nú. Svo á ég enn eftir að nefna það að síðan þú byrjaðir hefur klessu keyrt 2 af bílum fyrirtækisins. Já, hann svínaði nú eiginlega fyrir mig þarna annar. Látum vera að þú fórst yfir á rauðu ljósi og lentir í árekstri og varst mældur með 2 prómíl í blóðinu og hefðir mist bílprófið þegar þú varst mældur. Hefðurðu haft bílpróf til að byrja með. Já. En á sunnudaginn varstu tekin á ofsarhraða á Hellisheiðinni á öðrum fyrirtækisbíl sem þú hafði brotið hliðarrúðu í og tengt framhjá og hafa fullur að landa. Fyrirtækisbíl. Já, ég þurfti að koma stöðstu fyrir fjall með landan sko. Við þetta bætist að þú hefur verið að áreita starfsfólk hérna kynferðislega. Jú. Laugi gamli á lagernum hefur verið kvartandi undan því frá því að þú byrjaðir hérna að þú hefur kíkt á hann þegar hann breiður sér á klósettið og þú hefur þrásinnis reynt að þvinga hann til samræðis við þig með hótunum og ofbeldi. Jú, þetta er alveg satt sko. Veistu, eina ástæðin fyrir því að ég er ekki löngu búin að reka þig svo að ég vildi bara sjá hvað þú geti gengið langt. Já. Nú er mælirinn bara fullur því miður. Ég var ákveðið að láta þig fara. Nú. Í morgun, þegar þú kveiktir í Lauga gamla með því að hella yfir hann bensíni og bera af honum eld, það má segja það að þú hafir endanlega komið þér út úr húsi hér hjá fyrirtækinu. Já, ég átti nú svo sem vona á því. Það sem ég skil ekki er að þú sjáir það ekki, þetta er verst fyrir þig sjálfan. Jú. Þú hlýtur að skilja það. Ég get ekki látið þig hafa meðmæli. Ef einhver hringir og spyr hvernig starfskraftur þú ert, þá á ég bara því miður ekki aðra kostin að segja að þú sért latasti, ómerkilegasti, djöfulsi, skömbó, low life, drullusokkur sem til sé. Jú, ég skil það. Að þú sért andstyggilegasti mannlegur úrgangur sem fyrir finnist í rotþró úrraka mannkynsins. Jú. Að þú sért verst innrætta kvikindi sem mengir út frá sér þessa jörð í einu að hafa hana undir fótum á þér. Já, ég skil það. Hefur ekkert að segja þetta til málsbóta ógeð þitt. Ég lofa að gera þetta aldrei aftur. Ha? Ég lofa að gera þetta aldrei aftur ef þú rekur mig ekki. Já. Þú verður þá að lofa því. Já.